Já, komið sæl. Ég ætla að vona að ég geti talað fyrir kulda. Frjósa hægt og rólega í nokkra klukktíma. Já, ég ætlaði sérst að koma og ræða þessum geðrækt í skólastarfi og undirtitillinn á þessu erindi er það hlutverk skólans að efla geðheilsu og vellíðan. Og þetta spurning sem við megum sannarlega spyrja okkur sem samfélag, að því að maður heyrir það alveg stundum að það sé svona, já, kannski svona álitið til merkis einhvers konar hnignun samfélagsins að skólarnir þurfi núna að gegna þessu hlutverki. Í staðinn fyrir að auðvitað það gríðarlega mikið sóknarfæri að hægt sé að nýta almenna skólakerfið til þess að ná til barna með geðrækt og forvarnir. Ef við byrjum bara á því að skoða aðeins hvað er geðheilsa. Geðheilsa hefur verið skilgreind sem ástand velferðar og vellíðanar, þar sem hver manneskja getur fundið farveg fyrir sína styrkleika og hæfileika, tekist farsælega á við áskoranir og erfiðleika daglegs lífs, tekið fullan þátt í leik og starfi og lagt sitt af mörkum til samfélagsins. Ég sem sagt menntuð sem klínískur sálfræðingur og starfaði sem slíkur framan af starfsævinni og það var raunverulega ekki fyrr en að ég tók við núverandi starfi mínu hjá embætti landlæknis, þar sem að ég sinni aðalega núna þeim enda rófsins sem snýr að heilsu, eflingu og forvörnum, sem ég fór virkilega sem sálfræðingur að velta fyrir mér hugtakinu geðheilsu og hvað einkennir góða geðheilsu og að við höfum yfir höfuð einhverja geðheilsu þangað til hún bilar. Þannig að spurningin sem að blasir svolítið við okkur ef við viljum vinna á þessum enda er, hvernig förum við þá að því að efla geðheilsu? Hvað þarf til þess að fólk sé andlega heilbrigt? Eins og við erum búin að heyra mikið núna í morgun að þá eru þetta algjört grundvallaratriði að börn og ungmenni fái að vaxa á grasi og þroskast við aðstæður sem eru jákvæðar, sem eru til þess fallnar að efla þau og styrkja og veita öryggiskennd og skapa þennan svona jarðveg þar sem að þau geta náð bestum þroska. Þannig að fyrst og fremst að þá felst geðrækt í því að efla þessar aðstæður, að við séum að vinna markvisst að því að skapa aðstæður, jákvæðar aðstæður á þeim stöðum þar sem fólk lifir sínu daglega lífi, heimi hjá sér, á vinnustöðum og í skólum, að stuðla að aukinni færni í samfélaginu, þetta meðal barna en líka meðal fullorðinna, sem að stuðla að félags- og tilfinningulegri heilsu og vellíðan. Það er þessi hugmynd það að við fæðumst ekki bara með góða geðheilsu heldur alveg eins og með líkamlega heilsu, að þá þekking á því hvað það er sem að eflir heilsuna og færni í að framkvæma athafnir sem að efla heilsu, alveg eins og við vitum að hreyfing er góð, auðvitað bæði fyrir andlega og líkamlega heilsu og við í gegnum allt skólakerfi þá öðlustu færni gegnum til og með skóla íþróttir í því að sinna þeim hluta heilsunar. Þannig að á nákvæmlega sama hátt að þá er hugsunin varðandi geðheilsuna að skólakerfið getur kennt börnum færni sem þau þurfa að hafa til þess að hafa góða geðheilsu. Það er þannig með geðheilsuna og þannig er hún í raun og veru sker sig úr varðandi ef við erum með þessa flokka andlega og líkamlega heilsu. Sjúkdómar, algengustu sjúkdómar sem að tengjast líkamlegum krankleika á Vesturlöndum koma fram seint á ævinni. Allir þessi svokölluðu lífstílstengdu sjúkdómar eða ósmitbæri sjúkdómar, krabbamein, hjarta- og æðasjúkdómar, langvinni lúnasjúkdómar, þetta eru sjúkdómar sem að alla jafna koma fram seint á mannsæfinni. Geðraskanir koma fram snemma. Helmingur allra geðraskana er þegar komið fram við 15 ára aldur og 75% við 25 ára aldur.
þetta hafði ég líka sem klínískur sálfræðingur ekkert alveg púsla saman og sett í samhengi að geðheilsan verður raunverulega til í æsku og ef við ætlum að efla geðheilsu þjóðarinnar þá á áherslan að vera á börnin fyrst og fremst. Nú, skólar eru bara almennt álitnir ákjósanlegasti vettvangurinn til þess að ná til sem flestra barna og ungmenna í samfélaginu með geðræktar forvarnir vegna þess einfaldlega að þar eru flest börn í samfélaginu. Það er ekki allir sem leita til heilsugæsluna, það er ekki allir sem að nýta sér þjónustu heilbrigðiskerfisins en það eru öll börn í skóla. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur sett fram svona líkan varðandi hvernig eigi að standa að geðrækt í skólum þar sem að eins og þið sjáu þetta er svona þríhyrningur og stærsti hlutin felst einfaldlega í því að búa til þetta umhverfi sem að við höfum verið að tala um núna í morgun og svona að umhverfi sem slíkt sé þannig að það stuðli að velja þann. Þá erum við að tala um alls konar þætti bara eins og stefnumótun skólans varðandi skólan aðgreiningar, varðandi hljóðvist, varðandi framkomi starfsfólks við nemendur, varðandi nemendalýðræði. Allt þetta sem að skapar þetta umhverfi þar sem að öllum finnst að þeir tilheyri, allir hafa tækifæri til þess að eiga rödd og eiga sinn sess. Síðan þrengist og þarna er hugsað að þessir þættir eiga að ná til alls skólaumhverfisins, þar með talið til foreldrana og allra sem koma að skólaumhverfinu. Síðan þrengist sjónarhornið aðeins þar sem að við erum að fókusera bara á, umhverfið er eitt, en hvað er sem verið að kenna í skólanum? Er það hluti af almennri námskrá í skólanum að kenna færni sem eflir félagslega og tilfinningalega heilsu? Og þarna er markhópurinn allir nemendur og svo kennarar í skólanum. En þetta dugar ekki. Þannig að við þurfum að tikka í öll bóksin. Við þurfum líka að vera með skólakerfi þar sem að allir nemendur sem áþurfa að halda aðstoð vegna námslegra, tilfinninglegra eða hegðunarlegra erfiðleika fái þá aðstoð í skólanum. Að þeim sé öllum mætt og enginn verði út undan. Og síðan er það þessi ákveðni hópur nemenda sem að auðvitað hlutföllin eru eitthvað á reiki og það má svo sem hvað er þetta nákvæmlega mörg börn en það er alveg klárt að þau börn sem að þurfa á alvöru meðferð heilbrigðiskerfisins að halda þurfa líka að hafa greiðan aðgang að þeirri þjónustu hvort sem hún fer fram í skólanum ekki það sé annar mál en að allir nemendur sem að áþurfa að halda heilbrigðis og meðferð þjónustu fái þá þjónustu. Nú, þetta er módeli sem við vinnum eftir hjá embætti landlæknis í þessum svona nálgunum og líkonum sem við höfum sett upp út frá þessum hugmyndum Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar geðrækt og heilsurækt almennt í skólum. Og þetta er svona, geðrækt er þarna einn hluti af áherslu þáttum sem eru teknir fyrir í heilsueflandi leikskólum, heilsueflandi grunnskólum og heilsueflandi framhaldsskólum og síðan í stærri svona víðtækari nálgun þar sem við erum að vinna beint með sveitarfélögum í því að skapa heilsueflandi samfélag. Hvað þurfa sveitarfélögin að gera til þess að stuðla því að íbúarnir í því sveitarfélagi vaxi úr grasi, heilbrigðir og hamingjusamir. Og þetta er bara nú er þetta bara komið á oddinn að ef við ætlum að stuðla raunverulega að heilbrigði þessara þjóðar að þá þurfum við að hugsa þetta svona. Þá þurfa sveitarfélögin að sníða allt sitt starf þannig að heilsa og hamingja íbúana frá vöggu til grafar verði sem oftast að veruleika. Aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla, ég tala um grunn- og framhaldsskóla núna því að við erum með þennan aldurshóp frá 12 til 18 ára, hún undirstrikar þetta vel. Þráttur að við séum oft að tala brotalamir skólakerfisins, að þá allavegana á stefnumótunar sviðinu er það vel viðurkennt að þetta sé hlutverk skólans. Í skólum þarf að skapa jákvæðan skólabrag og heilsueflandi umhverfi þar sem markvisst er hlúð að þroska og heilbrigði frá ýmsum hliðum.
helstu þættir heilbrigði sem leggja þar áherslu á og það er meðal annars talið upp jákvæð sjálfsmynd, hvíld, andleg vellíðan, góð samskipti og skilningur á eigin tilfinningum annarra. Að skólastjórnendur, kennarar og annar starfsfólk skóla fyrir að vera meðvitað hvað það er sem felst í heilsutengdum forvörnum og geta nýtt sér áreiðanlegar upplýsingar þætti sem hafa áhrif á heilbrigði. Það er að segja gagnreyndar aðferðir. Í skólum þarf að skapa börnum og ungmennum aðstæður til heilbrigðra lífsþátta, efla þar færni þar í samskiptum, uppbyggingu sjálfsmyndar, ákvarðanatöku, markmiðasetningu og streitustjórnun. Þannig að það er alveg klárt mál. Á Íslandi er það viðurkennt að það að efla geðheilsu og vellíðan nemenda sé hlutverk skólana. Við eigum líka talsvert af efni sem að miðar að þessu. Við erum með námsefni og prógram sem að meðal annars miða því að efla félagsfærni og það eru útgefin námsefni eins og Stiga stigi, Vinni Sippís og Lions Quest efnið. Það eru nálganir og efni sem að miðar að því að sporna gegn hegðunarvanda og andfélagslegri hegðun meðal nemenda, uppbyggingarstefnan, ART, PBS, SMT, PMTO og örugg saman er síðan annað efni sem að við hjá embætti landlæknis höfum gefið út og fjallar forvarnir gegn andlegu, líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi í samböndum á milli unglinga og eitthvað sem að við hvetjum grunnskóla til þess að kenna í 9. og 10. bekk. Og svo er það auðvitað innihaldisforvarnir sem eru bara almennt, myndi ég segja, hafa verið vel innleiddar á Íslandi. Þegar við förum síðan að skoða þetta nánar, við viðurkennum að skólarnir eigi að gera þetta og við erum með efni til þess að gera þetta, en hvað eru við síðan raunverulega að gera? Þá breytist myndin aðeins. Til dæmis, ef við skoðum bara það að það er raunverulega engin þannig séð úthlutaður tími í námskrá sem að snýr bara eða fyrst og fremst að þjálfun í félags- og tilfinningafærni. Þetta er eitthvað sem á að falla undir lífsleikni, meðal annars. Og lífsleikni er ekki lengur skilgreind sem sérstakt fag, heldur eitthvað sem að fellir undir samfélagsgreinar ásamt mjög mörgum öðrum atriðum. Þannig að í raun og veru er þetta hálfgert einskismannsland eins og aðalnámskrá er sett upp í dag. Það er engin ákveðin úthlutaður tími sem á að fara í þetta. Ef við skoðum bara, þetta er tímafjöldin á viku í 10. bekk sem á að fara í kennslu ákveðina námsgreina, þá fær íslenskan 630 mínútur á viku eða 14% alls kennslutíma í vikunni, stærðfræði fær 840 mínútur eða 19%, enska og danska samanlagt 600 mínútur eða 14%, íþróttir og sund fá 360 mínútur á viku, 8% af kennslutíma, áður nefndar samfélagsgreinar sem að innihalda meðal annars lífsleikni, fá jafn mikinn tíma eins og skóla íþróttirnar. En sjáu þið hvað á að gera í samfélagsgreinum? Á að fjalla samfélagsfræði, sögu, landafræði, þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, heimspeki og lífsleikni. Þannig að ef við brjótum þetta niður og ef við gerum ráð fyrir að hvert og eitt af þessum atriðum fái jafn mikinn tíma í vikulegri kennslu sem að það gerur þetta ekki, en gefum okkur það, þá erum við að tala að lífsleikni sem á ekkert bara fjallum félags- og tilfinningafærni heldur ýmislegt annað, fjármálalæsi og lýðræðisvitund og ýmislegt annað, að þá fær lífsleikni sem fag 1% af tímanum í kennsluvikunni. Þetta er ekki mikið skárra í framhaldsskólanum. Þar er lífsleikni skilgreind sem að vísu eitt af kjarnafögum í þessum hefðbundnu stúdentsprófs brautum, félagsfræðibraut, málabraut og náttúrufræðibraut. Þar eru 140 einingar undir stúdentsprófi, 98 falla undir kjarnafög og þar af eru 3% fyrir lífsleikni. Þannig að það er, 1% versus 3%, þetta er skárra, sko. Við hjá embætti landlæknis fórum síðan og grufluðum aðeins nánar í þessu
Ok, við vitum nokkurn veginn hversu mikil tími í kennsluvikunni svona þannig séð áætlaður fyrir þessa kennslu, en hvað verið að gera í lífsleikni tímum síðan annað mál. Við komumst að því að, vissulega 90% grunnskóla eru að nýta námsefni á einhverju tagi í einhverjum bekkjum sem hefur það markmið að efla félags- og tilfinningafærni. Þannig erum við bara að spyrja, við erum ekki búin að þrengja hringinn svo náið að við séum að tala gagnreynt efni, heldur bara útgefið efni. 90% skólana eru að nota það að einhverju leyti. 85 sömuleiðis eru með afmarkaðan tíma sem samsvarar 40 mínútum á viku. Þarna 1 tími. Ef við berum þetta saman við skóla íþróttir þá eru 3 kennslustundir í viku, sund og 2 íþróttatímar, en lífsleiknir fær 1 tíma. Einungis 68% hafa hins vegar sett markmið og áherslur í lífsleikni fram í skólanámskrá. Rétt rúmur helmingur telur lífsleikni kennslu nægilega markvissa í skólanum og einungis 18% hafa gert sérstaklega lífsleikni áætlun. Hérna sjáum við síðan hlutfall grunnskóla sem að notast við útgefið námsefni í tilteknum bekkjum. Og þarna sjáum við að í mesta lagi 40% og þetta var könnun sem náði til allra grunnskóla á Íslandi. Í mesta lagi eru 40% grunnskóla á Íslandi að notast við einhvers konar viðurkennt eða útgefið námsefni. Þetta fer allt niður í 16% í 10. bekk. Þannig að þið sjáum líka að hlutfall skóla sem eru að notast við útgefið námsefni, það fer niður á við eftir því sem börnin verða eldri, sem áhugavert. Þannig að þegar út komin í 10. bekk að þá fer lífsleikni kennsla að langmestu leyti fram, tæplega 90% fram í formi einhvers sem við veitum ekkert hvað Við hefum farið í gegnum mikla vinnu á undanförnum árum í tengslu við evrópsk samstarfsverkefni, þar sem að við hefum farið markvisst í það að reyna að skilgreina veikleika og styrkleika okkar bara íslenska kerfis þegar kemur að geðrækt og forvörnum og sérstaklega þá varðandi börn. Og í gegnum eitt stórt samstarfsverkefni sem bara heitið Joint Action for Mental Health and Well-being, stóð frá 2013 til 2016, að þar átti hvert og eitt þátttökuland að gera svona styrkleika og veikleika greiningu hjá sér. Niðurstaðan hjá okkur á Íslandi var svo að við erum vissulega með mikla styrkleika hér á Íslandi og þetta eru atriði sem að við kannski stöldrum ekki nægilega oft við, en þetta engan veginn eitthvað sem að hægt að ganga að sem vísu. Það alls ekkert öll lönd búin að fara í gegnum þessa vinnu til að skilgreina heilbrigði og velferð sem grunnþátt menntunar, alveg til jafns við læsi og aðra hluti sem að hafa með hefðbundnari hætti verið álitnir viðfangsefni skólana. Að við erum allavega á svona stefnumótunar leveli að þá höfum við híft þetta upp alveg til jafns við aðra þætti skólastarfsins. Við erum með skóla- og aðgreiningar sem opinbera menntastefnu, þrátt fyrir að ýmsa brotalamir eins og komið hefur verið ljósi á framkvæmdinni, að þá þetta samt svona stjórnvaldsleg ákvörðun að svona skuli þetta vera hér á Íslandi. Við eigum geðræktar efni á íslensku fyrir öll skólastig, þannig að það ekkert sem að mælir gegn því að skólarnir sé að nýta sér þetta efni og það síðan eitthvað sem við þurfum að skoða nánar. Af hverju eru skólarnir svona lítið að nota útgefið námsefni í þessari kennslu? Þetta myndi aldrei tíðkast í öðrum fögum, að kennslan færi fram bara með einhverju sem engin veit hvað Við erum sömuleiðis með þennan geðrækta þátt innan heilsueflandi skóla og erum í markvissri vinnu með leik-, grunn- og framhaldsskólum landsins og sveitarfélögum landsins að innleiða þetta módel. 100% framhaldsskólan á Íslandi, að allir framhaldsskólar hafa ákveðið að starfa í þessum anda og í kringum 3/4 grunnskóla og meira segja held ég svo tala sig að hækka upp í helming. Og sömuleiðis það lögbundið að börn eigi rétt á aðstoð vegna vanda. Þrátt fyrir að við vitum að þau eru þetta ekkert alltaf að fá þessa aðstoð, en þá þetta samt sem að þetta í lögum og við komumst að því í þessu samstarfsverkefni að það alls ekkert alltaf þannig og þetta var meðal annars eitt af því sem að
þessu var til dæmis lyft upp varðandi eitthvað sem aðra þjóðir geta tekið sér til fyrirmyndar að á Íslandi séum við með þetta lögbundið. Veikleikarnir okkar eru hins vegar að okkur sárlega vantar skýran ramma utan geðræktarstarf í skólum. Hvernig ætlum við að gera þetta? Hvernig ætlum við að kenna börnum og tryggja það að börnin okkar í gegnum skólakerfi öðlist færni á þessu sviði alveg eins og við viljum að þau læra að lesa og skrifa og reikna. Þjálfun og þekkingu starfsfólks á geðheilsu og þroska barna sömuleiðis ábótavant. Og þetta kom bara, þetta hefur komið fram aftur og aftur til dæmis í tengslu við greiningavinnuna sem að farið var í tengslu við úttekt Evrópustofnunarinnar á skólan og aðgreiningar. Þar kemur þetta ítrekað fram að menntun og undirbúningur kennara til þess að takast á við skólan og aðgreiningar, það virtist ekki hafa fylgt með í innleiðingu stefnunar. Þetta auðvitað stórt vandamál og skapar álag ekki bara fyrir auðvitað börnin sem eiga lögbundið rétt á þjónustunni, heldur auðvitað ekki hvað síst á starfsfólki sem að finnur sig í aðstæðum sem að það upplifir að ráða ekki almennilega við. Við vitum líka að aðstoð við börn með hegðunar- og tilfinningavanda stórlega ábótavant og það graf alvarlegt mál. Vegna þess að eins og við vitum, þegar við mætum börnum ekki á þessum krítísku tímum í lífum þeirra, þá bara ekki von á góðu. Og það ótrúlega sorglegt að hugsa út í það hvað eru margir einstaklingar sem að hefðu mátt spara óendanlegar þjáningar með því að mæta þeim miklu, miklu fyrr á ævinni. Við vitum lítið gagnsemi þess geðræktarefnis sem við eigum. Það nú annað vandamál út af fyrir sig. Við vitum með sumt af því efni sem við eigum, þar erum við með erlendar rannsóknir sem sýna fram á gagnsemi, en við erum með fáar íslenskar rannsóknir á því hvaða árangri þessi kennsla að skila. Við höfum séð ýmis konar vandavarandi innleiðingu og eftirfylgni, að það algengt að skólarnir fara af stað með einhverja frábæra hugmynd af einhverju frábæra prógrami sem þau hafa heyrt eða lesið eða eitthvað slíkt og jafnvel gefist vel annar staðar, en síðan við virðumst eiga svolítið erfitt með það bara Íslendingar yfir höfuð að halda nægilega vel utan hlutina frá skipulagsstigi og út í það að festa hlutina vel í sessi, festa ákveða verklag í sessi og fylgja því svo eftir. Það virðist einhvern veginn dálítið svona við rjúkum að stað og svo dettur botnin kannski svolítið úr þessu hjá okkur. Og eins og segi, við erum með fáar rannsóknir á þessu sviði, þær rannsóknir sem að við eigum eru gjarnan af svona veikum toga og eftirfylgnin lítil og jafnvel bara engin. En þetta eitthvað sem hægt að lesa í skýrslu sem við gáum út í fyrra og hún bara aðgengileg á vef embættis landlæknis. Þar sem allir með smá lesa þær stefnumótunartillögur sem að við settum fram í kjölfarið og margt af því verið að vinna með enn þann dag í dag. Þetta var unnið á ótrúlega heppilegum tíma af því að á sama tíma var verið að vinna mikið í að leggja fram þessa geðheilbrigðisstefnu og aðgerðaáætlun stjórnvalda til ársins 2020 og margar af þeim aðgerðum sem lagðar voru fram í þessu verkefni og þetta var unnið með fjöldamörgum íslenskum sérfræðingum. Við héldum tvisvarsinnum mjög stórar innlendar vinnustofur þar sem við fengum alla að borðinu, fulltrúa skólastjórnenda, kennara, námsráðgjafa, fulltrúa ráðuneytanna, heilsugæslunnar, allir komu saman og ræddu hvað það helsta sem við þurfum að gera á Íslandi til þess að standa betur að gera þetta í skólum. Og þannig að ég hveti ykkur bara til þess að ég eiginlega brunnin út á tíma að tjekka á þessari skýrslu ef þið viljið skoða það nánar. Já, þá bara þakka ég fyrir mig.